Komið sæl og velkomin í fjölbreytt Suðurnesja magasín. Gömlu húsin í Sandgerði, fullar fjörur af rusli, plastlaus ljósanótt, nýr framkvæmdastjóri Keilis og tónlistarviðburðir í Reykjanesbæ eru meðal viðfangsefna okkar í þessum þætti. Gömlu húsin í Sandgerði eru smíðaverkefni sem byggingameistarinn Sigurður Guðjónsson hefur unnið að á undanförnum árum. Húsin eru til sýnis í gróðrastöðinni Glitbrá að Stafnesvegi 22 á Sandgerðistögum. Hilmar Bragi kíkti til frænda síns, Sigga í Báru. Sandgerðingurinn Sigurður Guðjónsson eða Siggi í Báru er byggingameistari og þrátt fyrir að hann hafi orðið áttræður nú í ágúst þá er hann alls ekki hættur að byggja hús. Þau eru bara aðeins minni en áður. Já, Siggi vinnur að endurgerð eldri húsa í Sandgerði. Hann ver öllum stundum í að smíða líkön af húsum sem byggð voru í Sandgerði fyrir árið 1940. Flest eiga húsin það sameiginlegt að hafa verið rifin eða tekið miklum breytingum. Ég hef lagt áherslu á núna að byggja hús í Sandgerði sem eru, ég set strikið við 1940 og legg áherslu á hús sem eru horfin. Meðan einhver mann eftir og maður fær einhverjar upplýsingar hvernig það voru. Og hvað er að einkenna þessi hús? Er þetta mjög mismunandi byggingar? Já, þetta er mjög mismunandi og þetta eru náttúrulega bæir hér og sveitinni í kring og eins og þéttbýlinu. Og ég reyna að taka svona ólík hús frekar. Það er mikið, ég talsvert það að húsin séu svipuð og ég allavega geymi þau. En það eru nokkur hús sem mig langar að koma svona upp og þannig að menn sjá í framtíðinni hvernig þetta leit út og við bjöggum í gamla daga eða á þessum tíma. Þetta eru hús svona frá 1940 og þau elstu sem við erum með núna, þau eru svona frá niður í 19. öld. Og hvert er byggingarefni þessara húsa, svona upprunalegu húsana? Er þetta timburhús og jafnvel niður í torfbæi eða eitthvað slíkt? Já, sko, þetta eru torfbæir, þeir elstu og hlaðið í grjóti og torfi og svo kemur járnið, þakjárnið og timburhúsin. Þetta er svona allur pakkinn. Maður kemst ekki aftar, það er engar upplýsingar eldri hús. Og hvernig bjuggu menn í Sandgerði hérna fyrir, rúmum 100 árum? Ég held að það hafi nú fyrir svona 100 árum, það hafi nú verið frekar, það þætti bábári í dag, sko. Og svo hvort þeim var nú ekki på marga fiskar, það er ekki verið kannski eftir, þetta svona, upp á 1920 til 40, þá er farið að byggja svona heldur betri hús og betri aðbúnaður. Það eru reisuleg hús samt hérna í þessu líka eins og Sandgerði, það hefur verið byggt af efnum á þeim tíma? Það var náttúrulega, sá sem byggði það, Sveinbjörn Einarsson, hann byggði þetta 1884 minni mig og þá var hann talinn annar ríkasti maður á Suðurnesjum á eftir Kalli í Kollvogi. Hann var hérna með tilskipaútgerð á tímabili og tölveraútgerð og mikil umsvif. Og þú ert að halda áfram að byggja, þú ætlar að halda eitthvað áfram með þetta verkefni? Já, það er sko, eins og ég segi, ég legg áherslu á hús núna sem eru horfin og síðan í framhaldinu þá eru til hús frá þessum tíma sem að standa þá. Ég hef gert það að því miðað við 1940 þá búið að byggja við mörg af þessum húsum og ég tek það frá það sem er búið að byggja við þannig að þau verða þá eins og þau eru upphaflega byggð. Og það er töluvert af húsum sem eru til sem er náttúrulega gott að minni svona rannsóknarvinna má segja að gera mótilega því að þá hefur maður öll mál og hérna allt sem þarf. Með þessi hús sem voru byggð hérna svona á fyrri hluta síðustu aldar, voru menn mikið að nýta sér sömu teikningarnar jafnvel innan sveitafélagsins og jafnvel bara er þetta svipuð hús og sjást annar staðar?
Sko, já, þetta eru, ég held að menn hafi nú lært svona hver af öðrum þannig. Og ég held að það hafi nú ekki verið mikið teikningar í þetta. Byggðu bara eitthvað svipað og aðrir höfðu gert og það var náttúrulega, ef menn fengu, það var náttúrulega smiðir og sem höfðu byggt hús og þá voru þeir fengnir til að byggja annað og það var náttúrulega líklegt þess að hvað öðru, það var eðlilegt. Nú hefur þú verið að byggja þessi módel eftir ljósmyndum í mörgum tilvikum. Já. Yfirleitt eru ljósmyndirnar af framhlið húsanna. Hvað hefur verið að gerast í bakgarðinum? Ekki erfiðara að fá þær upplýsingar? Jú, það getur verið mjög erfitt og reyndar það er svolítið gaman að því stundum að það er mikið það ég hafi myndir með framhlið húsanna og þá er ekki verið að taka mynd af húsunum, heldur mynd af fólki. Og það er allar útgáfur af því. Ég nefndi því að fá bara hluta af húsinu sko, og þá vantar manni kannski hluta af því sem hefði átt að vera á myndinni. En til að bjarga því þá hef ég náð í fólk sem var mann og getur sagt manni til og það hefur gengið svona. Það er reynda ekki mikið það en það hefur komið fyrir og það hefur gengið upp. En úr hvaða byggingarefni ert þú svo að byggja þessi módel? Sko, ég verið svona fram að þessu með MDF flötur. Ég verið með 8 til 16 mm. Og þetta hefur verið svolítið erfitt, sérstaklega að saga fyrir gluggum og svona. Og svo er ég að fá efni núna sem er svona frauðkennt. Það er notað mikið í módel erlendis. Og það er alltaf, ég er að byrja á einu slíku og þetta er bara alltaf líf. Þetta hlýtur að taka svolítið pláss hjá þér að vera með öll þessi módel. Hvað sérðu fyrir þér að verði þetta svona til framtíðar? Ég veit það ekki. Þetta er eiginlega að taka frá mér allt pláss. Og ég veit ekki hvort ykkur hefur áhuga og eitthvað að vera hægt að gera. Mér vantar húsnæði, náttúrulega. Ef þetta á að halda áfram, þá vantar húsnæði. En það dugar ekki til venjulegt húsnæði. Þetta þarf að vera sko, húsnæði sem geymir þetta til frambúðar. Það með til dæmis ekki vera gluggar á þessu. Það þarf að vera rétt hitarstig og rækjarstig og þetta er svolítið mikið mál. En maður bara vonar að þetta leysist og það þarf að fara að gera eitthvað í því. Það er alveg greinlegt. Það er mikið fyrir þessu. Hópur fólks hreinsaði 2 tonn af rusli úr Mölvík á Reykjanesi á 2 tímum í blíðunni í síðustu viku. Sundhópurinn Marglitturnar í samstarfi við Bláa herinn stóð fyrir hreinsun Mölvíkur. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, hjálpaði til við hreinsunina. Marglitturnar munu synda boðsund yfir Ermarsundi í byrjun september til að vekja athygli á plastmengun í hafi og safna leið áheitum fyrir Bláa herinn sem hefur staðið að strandhreinsunum, hvatningu og vitundarvakningu í 24 ár. Blái herinn stóð fyrir hreinsun á sama stað fyrir 4 árum þar sem allt plast og veiðarfararusl var hreinsað úr fjörunni og af ströndinni í Mölvík. Ástandið á sama stað 4 árum síðar kom foringja Bláa hersins á óvart. Já, þetta er eiginlega bara mér smá umhugsunarefni vegna þess að þetta er bara meira heldur en ég átti von á. Og einhvern veginn þá finnst mér vera aukast rusl víða í fjörum. Kannski ekki endilega út á Garðskaga vita. Ég geng hana mjög reglulega. En það getur vel að ykkur aðri farnar að tína upp drasl þar. En þetta var þrifið hér fyrir 4 árum síðan. Mjög vel. Og hér kemur síðan hópur. Álíka stór og sá sem þreif hérna fyrir 4 árum síðan. Er álíka lengi og magnið er meira. Þannig að þetta eru örugglega 2 tonn sem við erum búin að þrífa hér í dag. Hvers slags rusl er þetta? Já, þetta er bara sjávarútvegurinn og neytendasamfélagið. Því miður, það er allt og mikið rusl í sjónum. Og þetta sópast bara hér á land á veturnar og liggur hér eins og ráfur alla jarðir. Og þetta er jafnvel rusl sem er að koma mjög langt að. Það eru hluti sem eru jafnvel torkennilegir í þessu.
Já, sko ég á hluti allarleið frá Marokkó, svo á ég náttúrulega alla hringinn í kringum Ísland, öll Evrópulöndin hérna og England og Kanada og Amerika og Slóvenía og við erum búin að fá frá Rússlandi en þannig að við erum að fá þetta annar staða frá en við höfum líka töluvert af þessu. En þessi fjara hérna og þessi strönd, þetta ekkert einsdæmi, þetta svona allt í kringu landið? Já, því miður. Nú ég búin að vera í mikilli svona gagnaöflun og það virðist vera alveg sama hvar stungið niður fæti, þar allstaðar allt á kafi í drasli. Þannig að við sem þjóð, við þurfum að fara aðeins að huga betra á þessum efnum og brettu bermar og taka á því. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Undirbúningur ljósanætur stendur nú sem hæst og stefnt að plastlausri hátíð. Fyrirtækja og verslunareigendur í Reykjanesbæ hafa brugðist vel við viðleitni bæjaryfirvalda og samtökin Betri bær hófu ásamt bæjarstjóra og bókasafni Reykjanesbæjar átak sem miðar að plastlausri ljósanótt. Markmið að sauma 1000 taupoka á bókasafni Reykjanesbæjar fyrir ljósanótt sem meðal annars verði nýttir í verslunum á Hafnargötu. Hver hugmyndin með plastlausri ljósanótt? Hugmyndin með plastlausri ljósanótt kemur í rauninni frá því að við erum þátttakendur í verkefni sem kallast Plastlaus september og Plastlaus september snýst ekki það að útrýma öllu plasti heldur að gera betur sem samfélag. Að reyna að draga úr eins og hægt og þegar við horfum yfir okkar dagskrá í september þá augljóst að ljósanótt þar mjög stór faktor og mjög stór þáttur og ekki bara hún mjög stór þáttur heldur hún líka mjög stór mengunarvaldur því allt sem maðurinn gerir mengar og þegar við förum á stjáa þá erum við að menga. Þannig að við ætlum að reyna að setja okkur þetta markmið að draga eins og hægt úr plastnotkun og ljósanótt. Hafið þá sett ykkur að sérstakar reglur fyrir þátttakendur í hátíðinni? Við erum ekki endilega að tala sérstakar reglur, heldur miklu frekar að setja okkur þau markmið sjálf að reyna að draga úr. Og þetta sem við erum að gera hér í dag með þáttöku Betri bæjar, það sem að verslanir á Hafnargötunni eru að koma og taka þátt í að safna pókum, margnóta pókum til þess að draga úr plastnótkunni hjá sér, að þá erum við að vinna að þessum markmiðum okkar með plastlausa ljósanótt. Þetta gerist ekki á einni nóttu, ekki einni ljósanóttu, heldur munum við ná að gera þetta með tímanum. Þið erum að bjóða upp á hérna á bókasafni bæjarins, þeir eru með svona pókastöð. Hvað ætlið að vera að gera þar? Já, pókastöðin snýst það að safna núna og sérstakt átak í gangi núna í aðdraganda ljósanætur að safna margnóta pókum. Það gerum við með því að við saumum hérna inni póka, gerðir úr efnisafgöngum og bútum sem við fáum og þá hægt að framleiða hér póka sem við söfnum saman, útbúum svo kallega pókastöð. Og þetta það sem að hugmyndin kölluð á ensku boomerang, það að segja að það ekki hugmyndin að þú farir saumiði póka, farir með hann heim og setur hann í skúffu, heldur leggir hann hérna fram í pókastöðina þar sem að fólk getur tekið, nýtt sér og skilað aftur pókunum. Og ef að við okkur teksta markmið sem við ætlum að reyna að ná 1000 pókum fyrir ljósanótt, þá getum við dreift hér pókum á verslanir á Hafnargötunni og þá hjálpum við hvert öðru að vera eins plastlaus og hægt á ljósanóttinni. Tónlistin mun óma víða í ljósanætur vikunni. Reykjanesbær býður upp á tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Stapa í tilefni af 25 ára afmæli bæjarins. Heimatónleikar verða allan bæ, þá verða hátíðartónleikar með bliki auga og fjölmargir aðrir tónlistarviðburðir verða í ljósanætur vikunni. Meðal annars mun hljómsveitin Mannakorn halda tónleika á Ásbrú og nánar af þeim. Í 40 ár hefur bandið gefið út hvert smellin á fætur öðrum sem hvert einasta mannsband þekkir. Mannakorn með þau Pálma Gunnars, Magga Eiríks og Ellen Kristjánsdóttur í fararbróti mæta með tónleika í Andrews leikhúsið á Ásbrú á ljósanótt. Það heimamaðurinn Atli Rúnar, oft kallaður skemmtana lögga, sem stendur fyrir viðburðinum en við sjónvarpsmenn Víkurfrétta hittum hann og Ellen í Reykjanesbæ í vikunni. Svo kem
Já, Ellen, þú ert að mæta í Bítlabæinn með mannakorn. Já, við skulum ekki segja með þér. Þið eruð að mæta og hvernig leggst það í þið? Bara mjög vel. Mjög gaman að koma hingað. Elska hana bæ. Ertu með einhverja tengingu í Suðurnesjum? Já, sjálfsögðu sko auðvitað. Þegar ég flutti heim til Íslands 7 ára gömul þá bjó ég hérna í kannski tæpt ára eitthvað svoleiðis. Þannig að það eru smá rætur. Já, algjörlega. Ég meina, þetta Bítlabærin. Hvernig passar mannakorn inn í Bítlabæinn? Passa ekki allir tónlistamenn inn í Bítlabæinn. Það er ekki. Ég held að það sé að taka undir það allir fyrir ekki skemmtana lögga. Þú ert Suðurnesjamaður og varst þú að plugga þú hérna suður? Já, ég er segur þar. Þetta segur? Já, og skammast mér nægt við það. Þetta er svaka band og var gríðarlega og hefur alltaf tíð verið mjög þekkt hljómsveit. Já, þetta er náttúrulega eina sleggjum íslensks tónlistarlíf. Það er engin vafa því. Stórt mikið band sem hefur mikið af góðum lögum og flotta sögu. Og þið eru með tónleika á gamla Keflavíkurflugvelli á Ásbrú í Andrews Theater. Já, sem er bara alveg ótrúlega flottu staður. Að syndan skal ekki vera meira notaður. Þetta er svona gríðarlega svona allt opið og skemmtilegt og góð hljómur þarna og hvergi döðu punktur, sér vel og heyri vel og hérna, við ætlum að vera þarna, þau ætla að vera þarna á 15. fyrir Ljósanótt. Þið eru að mæta Ljósanótt, eina stærstu svona bæjarhátíð ársins. Já. Þannig að það er ekki allir spenntir og hvað ætlaði að syngja fyrir okkur? Öll bestu lögin? Það sjálfsögðu, öll bestu lögin. Þetta er bara rosa heiður að fá að vera hérna á Ljósanótt. Ég veit að það er rosa stemning og gaman og sjálfsögðu tökum við bara púsum okkur upp og komum með allt okkar besta. Allir í stuði? Já, allir alltaf í stuði. Sérstaklega Maggi. Allir það er nú ekki amalegt að vera með svona grúpu að vera að selja hana? Nei, það er mjög gaman og hérna ég lofa bara miklu og skemmtilegu sjói. Þetta er fagmaður hverju horni. Kannski gaman að taka fram líka. Þau eru með bara landslið Íslands í hljóðfæraleik á baka sig. Alveg gríðarlega hæfileikari og góða spilara. Þannig að tónleikarnir og sjóið er mjög flott. Og þið getur fengið með hann í tix.is. Bingo. Yep. Takk fyrir kærlega. Takk. Einn af stóru viðburðum Ljósanætur er tónlistaviðburðurinn með blik í auga. Nú er það tímaferðalag aftur á bak til áranna þegar 80s var ung. 80s tónlistin verður í hávegum höfð. Nú verður blikið í stapanum en æfingar hafa staðið yfir síðustu kvöld í gömlu dráttarbrautinni í Keflavík. Þar drógum við sjónvarpsmenn Víkurhetta, þau Kristján Jóhannsson og söngkonuna Heru Björk út af æfingu í vikunni. Blik í auga, enn og aftur, er þetta ekki að verða fínt? Ég er búinn að segja það í mörg ár. Þetta er orðið fastu liður á Ljósanótt í Reykjanesbæ og í hvaða skipti er þetta? Sko, þetta er að verða eins og húkaraballið í Vestmannaeyjum. Það veit enginn hversu oft búið er að halda húkaraballið en það má ekki hætta. En þetta er 9. blikið. Það er sem sagt 8 ár sem við ætlum að hætta. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your man to enjoy. You can hang out with all the boys. Fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Og þið eru með sérsta þema á hverju ári og hvað er það núna? Nú er það hún 80s. Manst eftir 80s. Tökum 80s tónlistina 80 til 89. Gamla skuld. Þegir 80s? 23:59. Heyrðist þetta ekki? Kom svona máur gargandi. Er það í þessu 80s? Já, sko mávar voru fundir upp inn í 80s. Hera, þú ert ný á svæðinu. Herri, já, en ég er from the 80s. Klárlega, sko. Ég er eini sérfræðingurinn í þessum áratug. Myndi ég segja hér af þessum flytjendum. Og hafðu það. Ánægður með það. Og hvað getur þú sagt okkur meira þessa sýningu? Sko, við erum náttúrulega bara að taka tíðarandann, við erum að taka tónlistina, við erum að taka bara sögurnar sem að vill svo skemmtilega til að ég er eins og Hera. Ég er svolítið 80s líka, sko. Þetta er svona kannski okkar áratugur. Við erum búin að taka diskóið og sólið og það allt saman, sko, og
tala ekki þetta gamla. Arnór að kikka inn núna í fyrsta skipti. Nú þekkir hann tónlistina loksins. En við bara lofum gömlu góðu stemmingunni sem búin að vera á Blikinu undanfarin ár. Já, og og nýrri. Og nú bætum við sko, neonlitum og grifflum og síta aftan og blacklight perum. Já, og allir með hvíta tennur. Túborðum topp og svona. En heyra, hvaða lög ert þú að syngja til dæmis? Það má ekki segja. Já, ok, segja okkur frá svona nokkurum lögum. Sko, ég get sagt þér að þetta all lög sem ég kann. Mörg þeirra hélt ég mig kunna, þar að segja textan, en kom svo að því að ég kunni þau ekki alveg 100% því að ég bullaði svo mikið, ég bullaði mig gegnum, ég er svona 12 til 15 ára þegar þessi lög eru hvað vinsælust. Ég hélt mig vera sérfræðingi í ensku þá en ég var það ekki. Þannig að ég er búin að taka nokkur látuskostin yfir því sem að ég hélt að væri textinn en er það alls ekki. Og í fyrsta skipti er Blik í auga í Hljómahöll, í Stapanum. Hefur þú komið þar fram? Já, ég kom þar í fyrsta skipti fram bara núna síðastliðin vetur með kvennakórnum. Og ég var bara, eins og maður segir, begeistruð, eins og maður segir á dansku. En komst þú aldrei fram í Andrews? Jú, með Frostrósum gerði ég það eitthvað tíman, þannig að það er líka mjög flott hús. En ég var mjög imponerð af þessu flotta húsi sem þið eigið hérna. Við erum svolítið spennt fyrir að breyta til. Við erum náttúrulega búin að vera 8 ár upp í Andrews. Andrews er náttúrulega búin að vera heimili Bliksins undanfarin ár og það er nú kannski ástæðan fyrir því að við erum komið hérna í nýtt æfingarhúsnað, einhvers staðar var það æfa. En það var eiginlega ekkert spurning, bara fara í Hljómahöllina, fara til Tóma Jóng og hans fólks og við erum bara full tilhlökkunar. Þetta er svolítið ögrun, þetta er svolítið öðruvísi, við þurfum að hafa okkur svolítið bara nýtt og svo er náttúrulega að færri miðar. Tekur færri í sæti heldur en Andrews, munar einhverjum 150 miðum á sýningu. En ég held ég geti sagt ykkur það bara núna, breaking news, það er uppselt á frumsýningu. Yes. Og ég held að við höfum aldrei verið svo snemma að selja upp, en það er ennþá miðar á sunnudeginum, sem er nótabenni 8. september, klukkan 16:20. Miðasala á tix.is. Glæsilegt, við hlökkum til. Við hlökkum líka til. Jóhann Friðrik Friðriksson tók nýverið við stöðu framkvæmdastjóra hjá Keili, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs á Ásbrú í Reykjanesbæ. Keilir hefur stækkað ört á þeim áratug sem skólinn hefur starfað. Nýjasta afkvæmið er menntaskólinn á Ásbrú sem menntamálaráðherra opnaði formlega í síðustu viku. Við ræddum við Jóhann á þeim tímamótum. Jóhann, nýr framkvæmdastjóri hjá Keili á Ásbrú. Út að segja að þetta sé skemmtileg byrjun, svona getur við sagt hjá þér að það er verið að hefja hérna nám í tölvuleikjagerð í annars svona fjölbreyttu námsframboði annars hjá skólanum. Já, það er ekki hægt að segja annað en að þetta byrja með trukki hjá mér. Ég tók hérna við í sumar, góðu búi og gaman að fylgja þessu núna úr höfn. Við erum auðvitað núna í fyrsta skipti að byrja með framhaldsskólanám. Menntaskólinn á Ásbrú er orðinn að veruleika, samþykktur af menntamálayfirvöldum og byrjum með leikjafræðina, leikjagerðina. Tökum inn 45 nemendur og það hefur verið mikil ásókn í námið, hartnær 100 mann sem sótt Þannig að í dag vorum við að formlega að setja nýjan framhaldsskóla og það er auðvitað gríðarlegt fagnaðarefni og frábært fyrir mig að fá að taka þátt í því. Starfsemin hefur verið eins og ég sagði fjölbreytt. Hvað eru margir nemendur í dag og svona ef þú skautar yfir, er þetta margar greinar sem er boðið upp á hérna til náms? Já, þetta er gríðarlega fjölbreytt nám sem er hjá Keili og þróunin í háskólabrúnni hjá okkur sem er svona aðfara námið inn í háskóla. Hún hefur verið þannig að það eru fleiri að sækjast í fjarnámið en okkur er samt að takast að manna staðnámið líka. Þannig við verðum þar svona á pari við það sem við vorum í fyrra, sem var metár. Þannig að við gerum ráð fyrir að vera 140 manns í því námi. Í öllum öðrum deildum erum við annarkvort á pari við það sem var í gangi í fyrra eða er fjölgun. Og það er virkilega gaman að sjá til að mynda fótaaðgerðafræðina sem er mjög sérhæft heilbrigðisnám. Við séum með fullan hóp þar, 10 nemendur að byrja og svona heilt yfir þá held ég að við getum verið mjög bjartsýn fyrir haustið. Þannig að þetta hefur haft gríðarlega áhrif svona á samfélagið á Suðurnesjum sem að geta boðið hérna upp á í rauninni fjölbreyttara nám heldur en var áður og myndirðu segja það að
sé góð sprauta inn í samfélagið og atvinnulífið á Suðurnesjum að hafa þennan aðgang hérna að þessum skóla? Já, ég held að það sé tvímælalaust málið. Við sjáum það að Keilir hefur verið duglegur að vinna með atvinnulífinu. Við sjáum það líka eins og til að mynda með menntaskólabrautina að við erum þarna að horfa á viðbót við nám á Suðurnesjum. Við erum ekki að róa á sömu mið og aðrir. Og það er svona mín hugsjón hérna hjá Keili að við sem að stöndum að menntamálum hér á svæðinu séum ekki í samkeppni, heldur í samstarfi og Keili á að koma sterkur inn þar. Ég sé líka sóknarfæri í því að Keili verði meiri svona partur af samfélaginu hérna á Ásbrú sem ég held að sé eitthvað sem við þurfum að huga að sem stærsti vinnustæðurinn. Þannig að það eru mörg sóknarfæri, það þarf að vinna það vel og betra að vera raunhæfur í væntingum. Við sjáum líka hér að þessi nemenda strúktúr eða þessi breytileiki sem við sjáum í nemendum, hann hefur verið að breytast frá ári til árs í Keili. Áður vorum við yfirleitt með svona eldri nemendur sem voru að sækja sér háskólabrúarnám og svo framvegis. En nú erum við komið með menntaskólann, þannig að við erum nú með nemendur frá 16 ára og upp úr. Þannig að það er mikil dýnamík hérna innanhús og það er gaman að taka þátt í því. Þá verður það ekki fleira í þessum þætti en við verðum aftur hér á Hringbraut og www.ff.is næsta fimmtudagskvöld. Ef þú vilt sjá stök innslög úr þættinum eða eldri þætti af Suðurnesja magasíni þá bendum við á víkufréttavefinn www.ff.is, þið finnið þetta allt þar. Þar eru líka nýjustu fréttir frá Suðurnesjum alla daga vikunar. Í næstu viku gefa Víkurfréttir út veglegt blað vegna 25 ára afmælis Reykjanesbæjar og 20 ára afmælis Ljósanætur. Þið getið séð allt Víkurfréttir á víkufréttavefnum www.ff.is. Takk fyrir okkur og sjáumst að viku liðinni.